Þú ert að hlusta á misskilda fólkið í boði Atla Má Haraldsson Sebits. Hér hefst þátturinn með misskilda fólkið með Atla Má Haraldsson Sebits. Jó, góðan og blessaðan daginn og velkomin í misskilda fólkið. Í dag eru 24 vikur í jólin. Jólasport. Borða nógu mikið óholt. Svo verði eins og ég, glanni glæpur. Nei, djók, glanni ekki hér. Þetta Atli sem stýrir svona þetta. En nóg það. Við ætlum hlusta á fleiri guðspjöll og ég vil segja við fólk, það engin eilífur. Njóttu þess að vera með viðkomandi meðan þú getur og passa að vera ekki of hendur viðkomandi. Þá meiri sárt að missa einhvern, tótt að sé sárt að missa einhvern, en þá sárar að missa einhvern ef þú sett of hendur einhverjum. En auðvitað alltaf jafn sorglegt að missa einhvern. En öðrum, ég fór á Laugarvatn daginn, sumbúður íþróttasamband fattalara. Þetta var skemmtilegt. Eina sem var skemmtilegt var bátarnir og kvöldvakan. En það var hræðilegt að vakna kl. 8:30. Ég er svo vanur að vakna kl. 10. Vakna kl. 8:30 til þess að fara og gera einhver æfingar. Á þetta ekki að vera frí. Það á ekki að vera æfingar þegar maður fyrir sumbúður. Maður bara skemmta sig og njóta. Maður ekki að gera einhverja æfingar ekki nema maður vilja. Ef maður vill ekki þá og við komum til að virða það. Það við misgott íþróttathól. En nóg það. Ég fór hérna helgina síðustu á skemmtilegan hitting æskuvinni Reykjadal hjá Styrktarfélagi Lamaðra og Fattalara sem í Mosfellsdal. Og þar kom Páll Óskar og hann tók lagið, svo fengu allir myndir með Páll Óskari sem vildu og þetta var æðislega gaman. Og svo var hamborgari í matinn. Þetta var geðveikt. En ég sakna þess að fá ekki lengur að gista á Hótel Heklu. Ég prófaði margar sumarbúðir sem voru haldnar á Hótel Heklu fyrir fólk á aldrinum 30 ára til 67 ára. Það var mjög dásamlegt að fara í Hótel Heklu. Ég fór það fyrir nokkrum árum og það Reykjadal, SLF, Styrktarfélagi Lamaðra og Fattalara. Þá fengu hótel að leigu, þetta COVID-tímabilinu og þá náttúrulega borguðu við bara smáins fyrir, þá borgaði Styrktarfélagi smáins fyrir og við borguðum bara voða lítið upp að sem vildum gista þar í viku eða 2 eða minna. Og þar var hægt að fara í baggibíla, borða góða mat, fara einu sinni út að borða, fara hérna í einu sinni slakka, mörgum sinnum sund á Selfossi. Þetta var æðislegt. Ég vona innilega að Hótel Hekla taki aftur við Styrktarfélagi Lamaðra og Fattalara Reykjadal fyrir lítinn pening og ég vona að Styrktarfélagi Lamaðra og Fattalara Reykjadal SLF við Styrktarfélagi Lamaðra og Fattalara ná að semja við þá. Og þetta er svo dýrmætt fyrir okkur fattafólkið að geta farið einhver annað heldur en í nágrenninu og sé fleiri valmöguleikir boði til þess að vera sumarbúðir. En það er nefnilega að hafa fólkið mismikinn áhugamál. Sumir hafa áhuga æfingum, aðrir hafa áhuga bara að gera eitthvað skemmtilegt og njóta og hvílast vel. En ég þakka kærlega fyrir mig. Ég náttúrulega farin sumarleyfi. Þú varst að hlusta á misskilda fólkið. Misskilda fólkið hefst aftur eftir sumarfrí, eftir verslunarmannahelgi. Ég heiti Atli Má Haraldsson Sebits og segi verið sæl, verið góð við alla og þá gengur allt miklu betur, ekki satt. Herriðum, við heyrums bara og verið hress, ekki stress, bless. Hejjó, ekki alveg búin strax. Já, ríkið mætti alveg setja meiri pening í málaflokk fattafólks svo fattafólk getur notið sín betur og skemmt sér vel. Það sem fattafólk á að fá að vini og fá
tækifæri í boði fyrir þetta lið. Takk fyrir.